Kæra sveitarstjórn, starfsfólk og aðrir áheyrendur, ég býð ykkur hjartalega velkomin til fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar nr. 263 og segi fund hér með settan. Til fundarins eru mættir aðalmenn, sú sem hér stendur, Guðlind Eyglóadóttir, Davíð Sigurðsson, Eva Margrét Jónudóttir, Eðvar Ólafur Traustason, Telma Dögg Harðardóttir, Sigurður Guðmundsson fjarverandi en í hans stað situr fundinn Kristján Ágúst Magnússon, Sigrún Ólafsdóttir, Ragnhildur Eva Jónsdóttir, Bjarney Láradóttir Bjarnadóttir fjarverandi en í staðinn fyrir hana situr fundinn Logi Sigurðsson. Starfsmenn fundarins eru hér einnig Stefán Broddi Guðjónsson sveitarstjóri og Lilja Björg Ágústsdóttir sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslu sem jafnframt ritar fundargerð. Forseti óskar eftir að gerðar verið eftirfarandi breytingar á dagskrá, þar að segja að liður 26 á fundadagskrá með málsnúmeri 25.03.153 aðalfundur Reiðhallarinnar Vindási EHF verði felldur út á dagskrá en hann var fyrir mistök óvart tvisvar inni. Eins fellur út liður númer 16 í fundadagskrá en með málsnúmer 24.09.280 refa og minkaveiði 2024 sá liður verið tekinn fyrir síðar þegar að frekari gögn hafa borist varðandi það mál. Númer færast því til eftir því sem við á og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomnar breytingar á dagskrá að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá okkur ekkert að vambana og göngum til dagskrá og dagskráin þá þessu sinni í samtals 29 liðum, þar af 24 afgreiðsluliðir og 5 framlagðar fundargerðir. Venju samkvæmt flytur sveitarstjóri hér fyrstur á dagskrá skýrslu. Ég bið Stefán Brodda Guðjónsson að gjöra svo vel. Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, íbúar í Borgarbyggð, aðrir áhorfendur og góðir gestir hér í sal. Hér á eftir verður ársreikningur Borgarbyggðar vegna ársins 2024 lagður fram til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Nú Halldóra Ágústa Pálsdóttir frá KPMG sem okkar endurskoðandi, hún kemur hér á eftir og fer yfir helstu upphæðir í reikningnum. Og þannig að ég ætla ekki að fara yfir þær sérstaklega hér í mínum inngangi en langar þó svolítið aðeins mér langar að ræða hana aðeins því að mínum mati þá sýnir ársreikningurinn bara prýðilegan rekstur hjá Borgarbyggð og verulega jákvæð afkoma bæði af sveitarsjóði og samstæðu. Reksturinn skilar afar góðri fjármunamyndun sem skiptir kannski einna mestu máli nú þegar að framkvæmdatímabilið framundan og stendur yfir hjá sveitarfélaginu. Hann bar fé frá rekstri samstæðu Borgarbyggðar var til dæmis rétt tæplega 1 milljarður króna sem að hjálpaði mjög mikið til við það að sveitarfélagið gat forðast að taka lán á árinu. Nú það full ástæða til bjartsýni en ég vil þó nefna að það auðvitað krefjandi tímar framundan í rekstri sveitarfélagsins Borgarbyggðar eins og annarra sveitarfélaga. Við erum búin að kostnaða með þetta áhrif nýra kjarasamninga kennara og við myndum að hreinn kostnaðar af þeim í ár verði svona 100 milljónum hærri en við höfum reiknað með. Og svo eins og sjáum á svona reikningunum þá kostnaðarþróun í félagsþjónustu töluvert stíf og sérstaklega í félagslegri aðstoð og þar hefur ríkið dregið úr sinni kostnaðarþátttöku og svo sem horfur á það verði áfram. Verkefnið samt lítið að minnka og ekki að minnka. Þannig að það verkefni fyrir okkur, svona önnur kostnaðarþróun sem við þurfum að horfa til. Nú stjórnendur Borgarbyggðar hafa fengið þá leiðsögn frá byggðarráði að rýna reksturinn með það að markmið að styrkja undirliggjandi afkomu og það sú vinna hún hafin, stendurinn alltaf yfir auðvitað en við svona munum leggja þetta fram kerfisbundið nú vonandi áður en sumarfrí ganga í garð. En það sem kannski stendur upp úr í reikningnum núna, svona eins og margt annað, að fjárfestingar voru miklar eða upp á liðlega 1 milljarð króna. Það tókst án þess að til kæmi nokkur ný lántaka sem að ég mjög stoltur á og ég held að við getum verið stolt af og ég held að íbúar sveitarfélagsins geti verið ánægðir með. Vissulega eru verkefni sem hefði viljað sjá lengra komin en ég held að heilt yfir fara engin varhluta af því að það eru verulega framkvæmdir í
í sveitarfélaginu, en svona einstaka mættu við segja að við hefðum viljað að framkvæmdir við endurbætur á grunnskólanum í Borgarnesi þeim væri lokið og grunnskólanum í Kleppjárnsreykjum, GBF á Kleppjárnsreykjum væri enn lengra veg komin, en svona stóra myndin er samt svo að í sveitarfélaginu eru mjög miklar framkvæmdir í gangi. Það ég held að við sjáum það að íbúðafjárfesting hefur sannlega tekið við sér, þannig að ég geri ráð fyrir að það væri töluvert af nýjum íbúðum sem að koma á markaðinn og bætist í flóruna hér á svona næstu mánuðum og misserum. Nú, atvinnulóðir eru í boði, bæði hér í Borgarnesi og á Hvanneyri, og framkvæmdir eru hafnar við íbúðabyggð í Bjarðslandi. Nú, sveitarfélagið er að fjárfesta í grunnskólum, í íþróttum, útivist og afþreyingu. Nú, fermetrum í eigu sveitarfélagsins mun þó ekki bara fjölga, heldur einnig eitthvað fækka, því framundan er að hefja fyrsta áfanga niðurrifs á húsnæði í eigu sveitarfélagsins í Brákari. Það er þá gamla sláturhúsið sem er auðvitað komið það er auðvitað niðurlótum komið og löngu tímabært að hefjast handa við það. Það mun vonandi minnka slysahættu og ljóst að ásýnd eyjarinnar mun taka breytingum sem að ég tel að sé hið besta mál. Flestar framkvæmdir ganga bara vel, ekki allar gangu svo sögu. Nú, framkvæmdir og endurbætur á grunnskólanum í Borgarnesi voru komnar langt á eftir áætlun og þar var lítið að gerast. Að mjög vel athuguðu máli þá ákvað Borgarbyggð að segja upp samningi við þann verktaka sem sá um verkið. Það var ekki einföld ákvörðun eða léttvæg, en hún var tekin með hagsmunum sveitarfélagsins, nemenda og starfsfólks grunnskólans í huga. Stundum þarf að segja stopp og bara fara aðra leið þegar við sjáum að verk er komið í ógöngur. Nú, framkvæmdir við knatthús eru hafnar og það var afskaplega gaman að taka þátt í skóflustungunni þar sem að allir þeir íbúar sveitarfélagsins sem að skóflu gátu valdið, þeim var boðið að koma og fjölmargir komu og tóku þátt og ég held að afskaplega í framtíðinu held ég margir íbúar muni geta hort á knatthús og geti sagt við sjálfa sig og við aðra, við sína fjölskyldu og afkomendur, sjá þetta hús, ég tók skóflustunguna því og það er bara dýrmætt að eignarhald sem flestra sé á þessu húsi sem vonandi mun, þegar ég fulla trú að muni vera mikil lyftistöng fyrir íþróttastarf og svona samfélagsstarf hér í sveitarfélaginu. Nú, ég held samt að almennt sé bara gott jafnvægi, það er mikið fjárfestingar, en ég held að þessi jafnvægi í fjárfestingu í sveitarfélaginu, milli þar sé verkefna sem eru á vegum sveitarfélagsins og einkaaðila og svo það sem við getum kallað svona samfélagsverkefni. Nú, við á sveitarfélaginu erum komin á þann stað, þó við höfum sloppið við lántöku á liðnu ári, þá vorum við komin á þann stað að þörf er á lántöku til þess að halda uppbyggingu áfram og fjármagna fjárfestingar áforma eða hluta eða stóran hluta fjárfestinga áforma þessa árs. Nú, Borgarbyggð skuldar fremur lítið og er bara mjög lítið miðað við svona hlutfallslega samanborið við sveitarfélög svipari stærðargráðu og stærri sveitarfélög og er í samanborið við önnur sveitarfélög sem við miðum okkur jafnan við og okkar skuldaviðmið er langt undir meðaltali og viðmiðum. Nú, Lánasjóður sveitarfélaga hefur samþykkt lánsumsókn frá okkur. Sú lánsumsókn er samtals að fjárhæð 2 milljarðar króna og við munum miða við það og það verður hér til, sú umsókn verður tekin til umræðu hér á eftir á þessum fundi. Nú, það verður við miðið við það að sú lántaka verði í takti við framgang vinnu og þá fyrst og horft til fjölnota íþróttahússins og framkvæmdir við endurbyggingu eða lok framkvæmda við endurbyggingu grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum. Nú, eitt þeirra húsa sem rís brátt úr grunni og það var gaman að sjá það í dag þegar að vera á Borgarbrautinni og við sjáum það að þessi forláta brú, hún er líka alveg tilvalin áhorfendastæði að líta á steypuvinnan sem er hafin við hús kynslóðanna sem nú brátt rísa úr grunni við Borgarbraut. Fékk að taka þátt í gær í þeirri stundu þegar nemendagarðar Menntaskóla Borgarfjarðar festu formlega kaup á fyrstu hæð hússins, hátíðlegur viðburður, stórstund og kannski leiðir hugan að því að þetta eru svo tvær frábærar stofnanir sem að standa saman að þessu uppbyggingu á hús kynslóðanna. Er þetta ekki bara eitthvað sem er komið til að festast? Er það ekki? Mér finnst það rosa gott. Ánægður með það. Já, ég sé að einhvern kinka kolli, ég er bara hrifinn af því og ég vona að þið kinki kolli heima líka. Og það er að segja að Brákarhlíð og Menntaskóli Borgarfjarðar og ég fór svona fyrri vikunni, þá voru aðalfundur hjá báðum þessum félögum
og rekstur beggja til mikilla fyrirmyndar og bæði félögin veita algjörlega framúrskarandi þjónustu og ég held að við séum öll afskaplega stolt af þessum félögum okkar og þessum stofnunum og auðvitað stórir vinnustæðir sem leggja gríðarlega mikið til þeirra lífsgæða sem við búum við og hér í Borgarbyggð. Og ég er svolítið að nefna þessar stofnun í sömu andrá vegna þess að má leiða hugana því að svona vöxtur þeirra og þróun að mörgu leyti háður þeirri stefnu sem að ríkið að móta. Og ég er algjörlega samförn það og að ef við horfum á gæði þeirra þjónustunum þarna er boðið upp á og þá vaxtarmöguleika sem þarna eru til staðar vegna þess að nú bæði eru við á svona menntakerfið og ekki síst heilbrigðiskerfið og ekki síst öldrunarmál er eitthvað sem verður ofarlega á baugi. Ef við horfum til beggja þessara stofnana þá eru gríðarlega mikið sóknarfæri hjá þeim báðum. Og við þurfum bara sem samfélag að standa vörð um þær og leggjast öll á árarnar þannig að þessi tækifæri falli okkar megin. Og auðvitað gæti ég sagt sömu svo á fleiri stofnunum en ég til dæmis bara háskólaumhverfinu en þetta er svona stofnun sem ég kannski bara með ofar í huga vegna þess að ég var nú á aðalfundi þeirra í vikunni. Mér langar að nota tækifærið aðeins að víkja að öðru og þakka Vegagerðinni. Við erum ekki alltaf að hrósa Vegagerðinni á þessum vettvangi en við látum það vaða núna þau eiga skilið. Þakka Vegagerðinni fyrir snakkalega viðbrögð. Það hefist handað við nýja brú yfir Ferrikotssíki í stað þeirra sem fór í klakaburði nú í janúar. Og ég heyrði í Pálma staðarstjóra í morgun og það er verið að steypa stöpla og vonandi verður brúin tilbúin áður en hásumarið skellur á. Vel gert okkar góða fólk á Vegagerðinni. Ég er að vera búinn en það er nú að gera í menningunni í Borgarbyggð. Ég veit að það eru margir hér í þessum sal á leiðinni á árshátíð grunnskólans í Borgarnesi sem hefst hér eftir og reyndar fyrri hálfleikur stendur yfir. En barnamenningarhátíð er framundan. Það hefur gengið á með leiksýningum, árshátíðum, tónleikum og fleira. Það er auðvitað erfitt að nefna eitt og tína eitthvað úr en mér langar samt að óska leikfélagi ungmennafélags Stafholtstungna til hamingju með leiksýninguna á Hans Klaufa og það er svo gaman því þegar félagsheimilinu okkar er breytt í leikhús. Það er afskaplega ánægjulegt og gaman og ég vona að þetta sé vísir þetta er mjög góð byrjun á mjög miklu og fjölbreyttu starfi vonandi í leiklistinni í sveitarfélaginu. Annars ég vil bara þakka fyrir mig. Og auðvitað er ég bara búin að tæpa á einhverju rétt toppnum á ísækanum og öllu sem er í gangi í okkar ágæta sveitarfélagi. Það verða fjöllegar og góðar umræður hér á eftir. Fjölmörg mál og dagskrá sem eru vonandi bara upplýsandi og áhugaverð fyrir íbúa og skipta íbúa svo sannlega miklu máli. En takk fyrir mig og ég hlakka til góðs fundar hér í dag. Takk. Takk fyrir þessa góðu yfirferð, Stefán Broddi. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 2 sem er ársreikningur Borgarbyggðar 2024 með málasnúmeri 2504-002 og mér langar til þess að bjóða Halldóru Pálsdóttur frá KPMG hingað upp til þess að fara yfir hann. Gjörðu svo vel, Halldóra. Forseti, sveitarstjóri og aðrir áhorfendur. Ég vil bara byrja á því að þakka fyrir hönd KPMG að fá að koma á fund með ykkur til að yfirfara ársreikning 2024. Og við erum Elva Pétursdóttir og Haraldur Örn Reynisson eru með mér en við svona þrjú í sameiningu erum með yfir umsjón með aðstoð við reikningsskilin og endurskoðunina. Og Elva mun á eftir fara yfir drög af endurskoðunarskýrslunni. Endurskoðunarteymi vinnur nú að endurskoðun á ársreikningunum. Henni er ekki endanlega lokið en mun verða lokið fyrir seinni umræðu í sveitarstjórn. Og vinnan hefur bara gengið vel og samstarf okkar við stjórnendur sveitarfélagsins mjög gott. En þá ef við snúum okkur að ársreikningnum að þá er á blaðsíðu 3 þar er skýrsla sveitarstjóra og sveitarstjórnar og þar koma fram helstu atriði niðurstöður rekstrar ársins auk álagningarhlutfalla. En byggðarráð afgreiddi fundinn 3. apríl síðastliðinn og vísaði honum til fyrir umræðu í sveitarstjórn. Síðan á blaðsíðu 4 og 5, þær eru nú auðar eins og en þar mun áritun endurskoða verða og verður hún gerð samhliða afgreiðslu í seinni umræðu. Við gerum ráð fyrir því að hún verði fyrirvaralaus nema ef það kom einhver mál upp á milli umræðna sem gætu breytt því. En það er ekkert sem okkur er kunnugt og þannig að við reiknum með fyrirvaralausri áritun. Síðan á blaðsíðu 6 að þar er ársreikningurinn, rekstrarreikningurinn og ég ætla að fara yfir reksturinn annars vegar
A-hlutann og hins vegar A- og B-hlutann og við byrjum bara á A-hlutanum. Að þá var útsvar og fasteignaskattur tæpir 3,9 milljarðar og eru það 33 milljónum krónum lægri en áætlun gerir ráð fyrir en hækka 316 milljónir milli ára eða 8,9%. Útsvarstekjurnar hækka 215 milljónir en fasteignagjöld og lóðarleiga 100 milljónir. Framlög jöfnunarsjóðs, þau voru tæpir 1,8 milljarður, 78 milljónum krónum hærri en gert var ráð fyrir samkvæmt áætlun og hækka 254 milljónir frá fyrra ári. Aðrar tekjur nema 943 milljónum og hækka 2,4% milli ára en nánast á áætlun. En við viljum vekja athygli á því að einmitt eins og kom hérna fram í máli Stefáns áðan að styrkir vegna flóttamannaverkefnisins frá ríkinu lækka 104 milljónir milli ára. En við viljum líka bara segja við ykkur og teljum það vera hvatningu fyrir sveitarfélagið að hvetja þessa einstaklinga til atvinnuþátttöku í sveitarfélaginu til að fá auknar tekjur vegna þeirri gegnum útsvarstekjurnar. Við erum ekki með mynd af því hversu margir einstaklingar eru nú þegar farnir að taka þátt í atvinnulífinu en ætla má hluti þessarar hækkunar sem varð á útsvarstekjum milli ára sé vegna þessara einstaklinga. Rekstrartekjur A-hluta eru því samtals tæpir 6,6 milljarðar og hækka 592 milljónir milli ára eða tæp 10%. Þá eru rekstrargjöldin, laun og launatengd gjöld nema tæpum 3,6 milljörðum króna og eru nánast á pari við áætlun. Hækkun frá fyrra ári 343 milljónir eða 10,6%. Hækkun lífeyrisskuldbindingar, hún er nánast á áætlun eða 99,3 milljónir. Annar rekstrarkostnaður eru tæpir 2,4 milljarðar sem er 138 milljónir króna hærri en áætlun gerði ráð fyrir og hækkar 499 milljónir milli ára. Rekstrargjöld samtals eru því 6,1 milljarður en voru 5,3 milljarðar fyrra ári. Rekstrarniðurstaða þá fyrir afskriftir eru 486 milljónir, afskriftir nema 171 milljón, fjármagnsliðir voru jákvæðir tæpar 5 milljónir eða 124 milljónir krónum betri en áætlun gerir ráð fyrir og þar af eru vaxtatekjur 26 milljónir krónum lægri en áætlun gerir ráð fyrir, arðgreiðslur 11 milljónir krónum hærri en áætlun gerir ráð fyrir og vaxtagjöld og verðbætur eru lægri 76 milljónir en áætlun gerir ráð fyrir. En það var engin lántaka á árinu en gert hafði verið ráð fyrir henni samkvæmt fjárhagsáætlun. Nú með því að fresta lántökunni þá má þá spöruðust vaxtagjöld og má reikna með að hverjum 100 milljónum í lántöku sparist 9 milljónir á ári miðað við verðbólgu og vexti síðasta árs. Og rekstrarniðurstaða A-hlutans er því jákvæð 319,4 milljónir eða rúmum 45 milljónir krónur betri en áætlun gerir ráð fyrir og skiptir það kannski mestu lægri fjármagnskostnaður en áætlun gerir ráð fyrir. Þá er það á B-hlutin. Rekstrartekjurnar, þar er útsvar og fasteignaskattur rúmir 3,8 milljarðar sem eru 29 milljónir krónur lægri en áætlun gerir ráð fyrir og hækka 313 milljónir frá fyrra ári eða tæp 9%. Útsvar hækkar 215 milljón, fasteignagjöld og lóðarleiga 98 milljónir. Framlög jöfnunarsjóðs voru tæpir 1,8 milljarður eða 78 milljónir króna hærri en gert var ráð fyrir samkvæmt áætlun. Aðrar tekjur nema tæpir 2 milljörðum króna og hækkum rúm 7% á milli ára og eru tæpum 127 milljónir króna hærri en áætlun gerir ráð fyrir. Rekstrartekjur á B-hluta eru því tæplegar 7,6 milljarðar og hækkum 802 milljónir milli ára eða rúm 13%. Rekstrargjöldin, þar er laun og launatengd gjöld, eru 54 milljónir króna hærri en áætlun gerir ráð fyrir. Hækkun frá fyrra ári 381 milljón sem hækkun upp á rúm 10%. Laun og launatengd gjöld menntaskólans eru af þessari fjárhæð 277 milljónir og Faxaflóahafnar 76 milljónir og hækka laun þessara tveggja félaga 36 milljónir milli ára. Annar ekstrakostnaður rúmir 2,7 milljarðar eða 116 milljónir krónum hærri en áætlun gerir ráð fyrir og hækka 445 milljónir milli ára. Og rekstrargjöld samtals því 6,8 milljarðar samanborið við 6,1 milljarð árið áður. Afskriftir, þannig að þá rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir eru 773 milljónir, afskriftir nema tæpum 263 milljónum á árinu, fjármagnsliðir eru neikvæðir 71 milljón,
en 146 milljónum krónum betri afkoma, betri stað en áætlun gerir ráð fyrir. Vaxtatekjur eru tæpum 72 milljónum krónum hærri en áætlun gerir ráð fyrir, arðgreiðslur tæpum 8 milljónum krónum hærri og vaxtagjöld og verðbætur eru lægri en áætlun gerir ráð fyrir en tæpar 67 milljónir. Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga var 0,4 milljónir á árinu og hlutdeild minnihluta í afkomu 1,2 milljón. Og afkoma samstæðunar því jákvæð upp á 440 milljónir eða 166 milljónir krónum betri en áætlun gerir ráð fyrir. Áhrif rekstrarafkomu Faxaflóahafna á rekstrarniðurstöðu Borgarbyggðar er nettó 65 milljónir en hlutdeild í rekstrarafkomu Faxaflóahafna var 68 milljónir og svo til frádráttur af því kemur greiddur arður sem nam rúmum 3 milljónum á árinu. Síðan er það efnahagsreikningurinn og á blaðsíðu 7 og þar ætla ég bara að fara yfir á B-hlutann. Þannig að varanlegur rekstrarfjármunir eru 9,4 milljarðar, hækka 761 milljón á milli ára. Fjárfesting ársins í varanlegur rekstrarfjármunum var 1,1 milljarður. Innheimt gatnagerðargjöld sem færð eru til lækkunar á fjárfestingu eru 65 milljónir. Söluverð rekstrarfjármuna voru 11 milljónir og afskriftir 263 milljónir. Eignarhlutir í félögum nema 548 milljónum sem er nánast óbreytt á milli ára og bara vil vekja athygli á því að í samstæðunni er búið að taka út eignarhlutin í Faxaflóahöfnum sem er í samræmi við samstæðureikningsskil en bókfært virði eignarhlutans í Faxaflóahöfnum í A-hlutanum eru 344 milljónir. Langtímakröfur nema 1 milljarði, hækka 27 milljónir á árinu vegna verðbóta en krafan er á ríkissjóð vegna fasteignarinnar Brákarhlíð. Þannig að fastafjármunir eru þarna samtalsrúmir 11,1 milljarður. Þá eru veltufjármunir, það eru óinnheimtar tekjur, þær standa í 673 milljónum þegar búið er að taka tillit til tapsáhættu óinnheimtra tekna og hafa þær verið færðar niður samtals 245 milljónir og er það sundurgreint nánar í skýringu 13. Aðrar skammtímakröfur nema 53 milljónum og er aðalega krafa vegna endurkrefs virðisaukaskatts. Handbært fé lækkar 222 milljónir á árinu og er 663 milljónir í árslok og hlutur menntaskólans í handbæru fé er 161 milljón, Faxaflóahafnir 199 milljónir og Reiðhöll og nemendagarðar eiga þarna tæpar 7 milljónir. Þannig að það eru af þessum 663 milljónum eru 367 milljónir sem sveitarfélagið hefur ekki ráðstöfunarrétt yfir. Þannig að heildareignir sveitarfélagsins eru því tæpir 12,6 milljarðar. Síðan á blaðsíðu 8 þar eru við með eigið fé og skuldir. Eigið fé í árslok nam 6,7 milljörðum rúmum og þar af minnihluti eigið fé 43 milljónir. Lífeyrisskuldbinding í árslok nemur tæpum 1,5 milljarði og þar af eru 63 milljónir sem koma til greiðslu á árinu 2025 og hækkun lífeyrisskuldbindinga milli ára er því 40 milljónir. Langtímaskuldir nema samtals 3,5 milljarði í árslok og þar af næsta árs afborganir 227 milljónir. Það var engin lántaka á árinu eins og kom fram áðan en afborganir ársins námu 282 milljónum. Aðrar skammtímaskuldir eru 789 milljónir, skuldir og skuldbindingar nema því samtals 5,8 milljörðum og eigið fé og skuldir því tæpir 12,6 milljarðar. Síðan er á blaðsíðu 9 að þar er sjóðstreymið. Það er mjög mikilvægt, eins og við komum alltaf inn á, það er mjög mikilvægt við skoðun á ársreikningnum. Þar erum við að draga saman hverju reksturinn er að skila og hvernig fjármununum er ráðstafað til fjárfestinga og svo til afborgunar lána. Ef við byrjum á A-hlutanum, þá er reksturinn að skila tæpum 668 milljónum krónu að teknu tilliti til reiknara liða. Samanborið við áætlun upp á 677 milljónir og lækkar frá fyrra árum 294 milljónir. Og að teknu tilliti til breytinga á rekstrartengdum eignum og skuldum er handbært fé til ráðstöfunar 728 milljónir, samanborið við 978 milljónir á fyrra ári og sveitarfélagið hefur því þetta fjármagn til að ráðstafa í fjárfestingar og greiða afborganir vegna fjármögnunar. Fjárfestingarhreyfingar voru 876 milljónir og þar af fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum 1 milljarður.
sem 700 milljónum krónum minna heldur en áætlun gerir ráð fyrir. Engin lántaka var á árinu þrátt fyrir að hafa verið gert ráð fyrir því áætlun og afborganir langtíma lána eru þarna 223 milljónir. Og teknu tilliti til fjárfestinga og fjármögnunarhreyfinga lækkar handbært fé að hluta 285 milljónir en gert hafi verið ráð fyrir 192 milljónum krónum í lækkun. Handbært fé í árslok að hluta því samtals 296 milljónir. Síðan það þá samstæðan, reksturinn þar að skila veltufé frá rekstri 892 milljónum og miðað við áætlun gerir ráð fyrir 816 en lækkunu frá fyrra ári eða 107 milljónir. Og að teknu tilliti til breytinga á rekstratengdum eignum og skuldum handbært fé til ráðstöfunar 992 milljónir samanborið við 1 milljarð á fyrra ári. Fjárfestingarhreyfingarnar að taka til sín 932 milljónir og þar er fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum 1,1 milljarður sem 736 milljónir krónum minna en áætlunin gerði ráð fyrir og söluverð rekstrarfjármuna á árinu voru 11 milljónir. Afborganir lána eru 282 milljónir og því lækkun á handbæru fé samstæðan upp á 222 milljónir en gert hafði verið ráð fyrir 233 milljónum króna lækkun. Handbært fé í árslok því 663 milljónir og af þessum 663 milljónum 367 milljónir sem í eigu Menntaskólans, Faxaflóahafna, Nemendagarða og Reiðhallarinnar. Þannig að handbært fé sem sveitarfélagið hefur ráðstöfunarrétti yfir 296 milljónir. Síðan á næstu blaðsíðum eru skýringar sem ég ætla svo sem ekki að fara nema ég ætla bara svona aðeins að nokkra sem við viljum aðeins vekja athygli ykkar á. Og það kannski bara blaðsíðu 14, skýring 7, að þar sundurleiðan á málaflokka með samanburð við fjárhagsáætlun og fyrra ár og svona það sem kannski vakti helst athygli okkar sorphirðan, málaflokkur sorphirðunar, þar sem frávik frá áætlun upp á 53 milljónir og var jákvæð afkoma upp á 51 milljón, en var gert ráð fyrir 2 milljónum króna tapi samkvæmt áætlun og í fyrra 2023 voru 42 milljónir í tap. En við bara svona hvetjum til þess að huga verði að því að á árinu 2025 að raunkostnaður miðað við áætlun og gjaldskrá málaflokksins endurspegli raunkostnað. Síðan með Hjálmaklettur, hann var rekinn með 4 milljónum króna tapi en áætlun gerði ráð fyrir tæpum 11 milljónum króna hagnaði en það helst að það hærri fjármagnsgjöld heldur en áætlun gerði ráð fyrir. Og að lokum kannski með ljósleiðarann, hann rekinn með 6 milljónum króna 6 milljónum króna halla á árinu en það hefur ekki framlag verið veitt til hans á árinu og eins og líka þekkja með B-hlutastofnunar þær eiga að vera sjálfbærar tekjur. Síðan í skýringu 8b á blaðsíðu 16, þar fjallað fjárfestingarnar og frávikin frá þeim. Og þar má sjá framkvæmdir grunnskóla og íþróttamannvirkja eru töluvert undir áætlun. Þar sem að framkvæmdir frestuðust, framkvæmdir vegna leikskóla fara töluvert fram úr áætlun, en eins og kemur fram líka í skýringu 20 önnur mál, að þá enn óútkljáður kostnaður vegna leikskólans á Varmalandi á ca. 25 milljónir. Gatnakerfi og búnaður töluvert undir áætlun, en innheimt gatnagerðargjöld voru töluvert hærri en áætlun gerði ráð fyrir og uppbyggingu Brákarey sem einnig langt undir áætlun þar sem framkvæmdir þar hafa frestast. Heildarframkvæmdir sveitarfélagsins voru því 782 milljónum krónum lægri en áætlun gerði ráð fyrir. Og síðan þarna bara kannski blaðsíður 23 til 26 að þar eru svona helstu lykiltölur og bara aðeins að koma inn á rekstrarjöfnuðinn. Rekstrarjöfnuður A-hluta var tæplega 1,1 milljarður og samstæðunar tæplega 1,2 milljarður í árslok. Skuldaviðmið A-hlutans var 27% í árslok 2024 og skuldaviðmið samstæðunar 35% sem langt undir hámarksviðmiðum. Þá hef ég lokið máli mínu og Elva tekur við. Takk fyrir.
Forseti, sveitarstjórn og aðrir fundagestir. Ég heiti Elva og kem frá KPMG og ég ætla að fara yfir drög endurskoðunarskýrslunnar fyrir árið 2024. Tilgangur endurskoðunarskýrslu er að fara yfir mikilvæg atriði sem koma upp við endurskoðun á ársreikningi sveitarfélagsins. Og á fyrstu glæru, blaðsíðu 2, þá sjáum við þannig að það eru bæði ábyrgðir endurskoðanda og stjórnenda sem að fylgja endurskoðuninni. Eitt af því sem endurskoðendum ber að gera er að upplýsa stjórnendur ef að uppkoma verulegir veikleikar í innra eftirliti sem er ekki í ykkar tilfelli. Endurskoðun er ekki lokið og lýkur samhliða síðari umræðu. Við færum okkur þá á næstu glæru. Þarna eru upplýsingar gæði endurskoðunar á næstu 2 glærum og bara hvet ykkur til að kynna ykkur þessar glærur og jafnframt slóð þarna á nánari upplýsingar. Færum okkur þá yfir á glæru 5 eða blaðsíðu 5. Þá erum við komin í svona samantektar glæruna. Þarna komum við aðeins inn á umfang endurskoðunar, en það er sem sagt af heildarsamstæðunni að þá var til skoðunar 91% af tekjum og eignum samstæðunar, já. Faxaflóahafnir koma þarna inn í samstæðuna og eru endurskoðar sérstaklega af öðrum endurskoðendum. Við endurskoðun þá setjum við okkur fram mikilvægi og á þessu ári þá byggði mikilvægið á 3% af heildartekjum samkvæmt fjárhagsáætlun 2024 eða 210 milljónum króna. Við setjum okkur mikilvægi með það í huga ef skekkja væri yfir ákveðnum mörkum að þá gæti það valdið því að upplýsingar í ársreikningi gæfu ekki réttar upplýsingar og þá gætu verið teknar rangar ákvarðanir. Við setjum okkur einnig svona neðri mörk sem við köllum og það má sjá þarna að það eru 10,5 milljónir króna eða 5% af mikilvæginu. Ef upp koma mismunir yfir fjárhæð að þá verðum við að gera grein fyrir honum og upplýsa stjórnendur Og eins og við sjáum þarna líka á blaðsíðunni að þá hafa ekki komið fram mismunir við endurskoðun. Eins og áður sagði þá eru þarna einhver ófrágengin mál og endurskoðun ekki lokið og þau eru talin þarna upp. Engin verulegir veikleikar hafa komið fram í innra eftirliti en eru tilgreindir þarna aðrir veikleikar og þá sökum smæðar á skrifstofu er tekið fram þarna aðgreining starfa ekki alltaf fullnægjandi í öllum tilvikum. Stjórnsýsluskoðunin, það komu engir verulegir veikleikar fram í þeirri skoðun. Færum okkur þá á næstu blaðsíðu. Þannig sjáum við aðeins betur umfang endurskoðunar og þannig sjáum við samsetninguna sem er annars vegar hvað fylgir sveitarfélaginu, bæði A og B hluti og mynda 91% af heildarumfanginu og til viðbótar bætast við reiðhöllin, menntaskólinn og nemendagarðar ásamt Faxaflóahöfnum. Og 2 af þessum aðilum eru endurskoðaðir af öðrum endurskoðendum. Færum okkur þá í næstu glæru. Þá eru það svona niðurstöðurnar okkar og það sem við viljum kannski koma sérstaklega svona ræða Endurskoðunum ber að skoða ákveðnar aðgerðir varðandi sniðgöngu stjórnenda og þar var horft til óhefðbundinna viðskipta sem er ekki hluti af sveitarfélaginu. Einnig gerðum við greiningar á færslum og lokafærslum með einkennum sem gætu bent til sviksemi og prófuðum hvort þær væru viðeigandi. Engar vísbendingar komu fram sniðgöngu stjórnenda á innra eftirliti. Nú færum við okkur á næstu blaðsíðu. Stjórnsýsluskoðunin, þar vísa ég bara í skýrslu stjórnsýsluskoðun og eins og áður sagði þá eru engir verulegir veikleikar sem komið þar fram.
Þá það blaðsíða 9 lífeyrisskuldbindingin. Hún byggir á vinnu tryggingastarffræðings og skuldbindingin byggir á fyrirfram forsendum sem að hafa verið skilgreindar og hafa því stjórnendur ekki tækifæri á að eiga við matið. Hluti af okkar aðgerðum sem endurskoðendum að meta hæfi tryggingastarffræðingsins og yfirfara þau gögn sem að skuldbindingin byggir á. Færum við okkur á næstu blaðsíðu. Á næstu 2 glærum koma fram upplýsingar sem skylt að veita, varða sviksemi, lög og reglur, tengda aðila, verulega erfiðleika og mikilvæg atriði. Það ekkert til að upplýsa sérstaklega varðandi þessi atriði. Þá færum við okkur í viðaukana. Á næstu 3 glærum ætlum við að horfa til áætlunar fram til ársins 2028. Þá eru lykiltölur með við ársreikning 2024 settar fram í samhengi við fjárhagsáætlunina á þessum 4 árum. Færum okkur þá yfir á blaðsíðu 14. Þá sjáum við þessar lykiltölur, rauntölur 2023, 2024 og áætlanir næstu 4 árin. Og við horfum á tekjur á næsta ári samkvæmt áætlun, þá fara þær úr tæplega 7,6 milljörðum í rúmlega 7,6 milljarða með vöxt upp á 1,2% á milli áranna. Rekstrargjöld áætlaðir 7 milljarðar á næsta ári, samanborið við 6,8 milljarða raunfjárhæð 2024. Kostnaðurinn því í kringum 91–92% af tekjum til næstu ára sem nokkuð í takt við það sem rauntölur 2024 sýna. Og væntingar ykkar framlegð til næstu ára á bilinu 8,1% til 9%. Rekstrarafkoma áætlun gerir ráð fyrir að hún verði jákvæð á næstu árum en snúi svo við á árinu 2027 og verði neikvæð síðustu 2 tímabilin. Hvað varðar sjóðstreymið þá gera áætlanir á árunum 2025 til 2028 ráð fyrir veltufé frá rekstri og að það sé á bilinu 607 milljónir til 686 milljónir. Verulega fjárfestingar og lántökur á komandi árum og afborganir skuldbindinga að aukast samhliða. Ef við horfum á áætlaðar uppsafnaðan afgang í árslok 2028 eftir að búið að greiða af lánum, að þá afgangurinn tæplega 600 milljónir króna. Þá þær fjárhæðir til ráðstöfunar til óskuldsettra fjárfestinga. Uppsöfnuð fjárþörf á tímabilinu samkvæmt áætlun 5,7 milljarðar á árinu 2028 en gert ráð fyrir fjármögnun með lántöku 5,2 milljörðum króna. Svo við færum okkur neðst í töfluna þá má sjá þarna skuldaviðmiðið og rekstrarjöfnuð og síðasta ári áætlunar 2028 gert ráð fyrir neikvæðum rekstrarjöfnuði 6,5 milljónir króna. Látum okkur nú sjá. Milljónir króna. Og það vegna þess að væntingar á afkomu árana 2026 til 2028 heldur lægri en afkoma var 2024. Væntingar afkomu 2026 til 2028 hóflegar með tilliti til afkomu síðasta árs. Og við færum okkur þá síðustu glæruna, þá sýnir hún þetta myndrænt. Og þar sjáum við jafnframt skuldaviðmiðið að á árunum 2025 til 2028 þá fer það sveiflast frá 66% og yfir í 78,8% hæst.
og svo sett þarna skulda viðmið samkvæmt lögum og reglugerðum til samhliða. Já. Herðu, þá bara þakka ég fyrir mig. Já, við þökkum Halldóru Pálsdóttur og Elvu Pétursdóttur fyrir góða og greinargóða yfirferð á ársreikningi og drög að endurskoðunarskýrslu. Í afgreiðslu frá fundi byggðarráðs frá fundi númer 703 segir í bókun: drög að ársreikningi Borgarbyggðar fyrir árið 2024 lögð fram. Rekstur A-hluta Borgarbyggðar var gerður upp með 319 milljón króna afgangi á árinu 2024 en samstæða A- og B-hluta skilaði afgangi upp á 440 milljónir króna. Rekstrartekjur A-hluta námu 6.556 milljónir króna og samstæðu 7.551 milljón króna og jukust 10% milli ára. Hagnaður fyrir afskriftir var 486 milljónir króna af A-hluta og 773 milljónir króna af samstæðu. Veltufé frá rekstri A-hluta var jákvætt 668 milljónir króna og handbært fé frá rekstri 728 milljónir króna en samstæða Borgarbyggðar skilaði veltufé frá rekstri að fjárhæð 892 milljónir króna og handbæru fé frá rekstri upp á 992 milljónir króna. Afkoma af rekstri vel viðunandi og sjóðstreymi sterkt sem endurspeglar góða fjárfestingargetu sveitarfélagsins. Afkoma af rekstri A-hluta þó ívið lakari en árið áður og framlegð frá rekstri var lægri en áætlað hafði verið, aðallega vegna meiri hækkunar á hreinum kostnaði við félagslega aðstoð en áætlað hafði verið á árinu. Á árinu 2024 fjárfesti sveitarfélagið í varanlegum rekstrarfjármunum fyrir 1.018 milljónir króna og var stærsta fjárfestingin í endurbyggingu grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum. Öll fjárfesting var fjármögnuð sjóðstreymi frá rekstri og handbæru fé og því án lántöku. Heildareignir A-hluta Borgarbyggðar voru í árslok 2024 bókfærðar á 10,2 milljarða króna og eignir samstæðu á 12,6 milljarða. Skuldir og skuldbindingar A-hluta námu 3,9 milljörðum króna og samstæðu 5,8 milljarða króna. Hreinara vaxtaberandi skuldir A-hluta án lífeyrisskuldbindinga voru í árslok 1,4 milljarður króna. Skuldamiðið samkvæmt fjárhagslegu viðmiði og sveitarstjórnarlaga var 27% í árslok 2024 fyrir A-hluta og 35% fyrir A- og B-hluta saman sem endurspeglar hagstæða skuldastöðu og gott svigrúm til fjárfestinga. Byggðarráð samþykkir að vísa ársreikningi Borgarbyggðar fyrir árið 2024 til fyrri umræðu í sveitarstjórn og þetta var samþykkt samhljóða. Og forseti gefur því orðið laust þennan dagskrárlið, það að segja ársreikning Borgarbyggðar 2024 og drög að endurskoðunarskýrslu. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Davíð. Já, takk fyrir það forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég ætla að leggja hérna sem formaður byggðarráðs fram bókun undir þessum lið ársreikninginn og hún hljóðar svo. Rekstur Borgarbyggðar gekk vel á árinu 2025 og 2024 og heilbrigður afgangur var á rekstri. Samtals var fjárfest fyrir 1 milljarð króna og ekki hefur áður verið fjárfest jafn mikið af hálfu sveitarfélagsins. Sjóðstreymi frá rekstri var sterkt og því tókst að fjárfesta án þess að ráðast í lántöku. Skuldastaða Borgarbyggðar með hagstæðasta móti samanborið við önnur sveitarfélög og skuldaviðmið samstæðu Borgarbyggðar 35% samanborið við 150% lögbundið hámark en meðaltal í landinu upp á 109%. Sveitarfélagið því afar vel í stakk búið til að halda áfram á braut uppbyggingar. Það íbúum og öðrum sem leið eiga sveitarfélagið ljóst að framkvæmdatímabil hafið. Okkar stærsta fjárfesting á liðnu ári var í endurbyggingu á húsnæði grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum og sú framkvæmd vel á veg komin. Verulega var fjárfest í skólahúsnæði á Varmalandi vegna færslu leikskólans Hraunborgar frá Bifröst að Varmalandi og þar að auki hefur verið fjárfest umtalsvert í gatnagerð og gangstígum. Mikið líf hefur færst í uppbyggingu húsnæðis í sveitarfélaginu, Brákarhlíð og nemendagarðar Menntaskóla Borgarfjarðar byggja fyrir námsmenn og eldra fólk, fjölbýlishús rísa í Borgarnesi, sérbýli á Hvanneyri og innan skamms
verða auglýstar lóðir til úthlutunar í nýju hverfi í Bjarslandi. Framkvæmdir við nýtt fjölnota íþróttahús eru hafnar og í sumar verður lokið við endurbætur í grunnskólanum í Borgarnesi. Gert er ráð fyrir að hefja kennslu í nýrri byggingu á Kleppjárnsreykjum fyrir áramót og í sumar verða framkvæmdir við götur og stíga ásamt því að hafist verður handa við lýsingu frá hesthúsahverfinu í Borgarnesi upp að Engunum. Framundan er tímabil framkvæmda og uppskeru. Rekstur Borgarbyggðar gengur vel en það eru blikur á lofti. Eins og ársreikningurinn ber með sér er veruleg undirliggjandi hækkun á kostnaði við félagsþjónustu. Kostnaðarþátttaka ríkisins í málaflokknum var minni en áætlað var og mun draga enn frekar úr henni á yfirstandandi ári. Þá munu kjarasamningar kennara leiða til hækkunar á rekstrarkostnaði. Loks er ástæða til að hafa áhyggjur á þróun heimsmála. Byggðarráð hefur því ákveðið að ráðast í markvissa vinnu við að rýna fjárhag sveitarfélagsins til að styrkja enn frekar sjálfbærni í rekstri. Mun afrekstur þeirra vinnu verða kynntur áður en vinna við fjárhagsáætlun 2026 hefst. Á árinu 2024 var ákveðið að fjárfesta í félagsþjónustu sveitarfélagsins, bætt var í viðhald gatna og annarra mannvirkja. Breytingar gerðar á skólamálum, rekstur slökkviliðs, félagslegra íbúða, ljósleiðara og sorpþjónustu, svo dæmi séu tekin. Markmiðin heilt yfir þessa vinnu voru að bæta eða samræma þjónustu og fara betur með fjármunum sveitarfélagsins. Tilefni er til að vekja sérstaka athygli á afkomu sorpþjónustu sveitarfélagsins. Vegna mikils hallareksturs og skuldasöfnunar undanfarin ár var ráðist í víðtækar aðgerðir bæði á tekju- og kostnaðarhlið ásamt því að íbúar voru hvattir til dáða í flokkun úrgangs. Þær aðgerðir hafa skilað betri árangri en við þorðum að vona og afkoma í málaflokknum var jákvæð 51 milljón króna. Að hluta skýrist árangurinn af hærri greiðslum frá úrvinnslusjóði en gert var ráð fyrir sem koma til meðal annars vegna betri flokkunar en ekki síst vegna þeirra aðhaldsaðgerða sem höfðu meiri áhrif en reiknað var með. Þessi árangur leiðir til þess að greitt hefur verið inn á skuld málaflokksins við sveitasjóð. Þessi árangur leiðir einnig til þess að hægt verður að horfa til lækkunar gjaldskrár sorpþjónustu í sveitarfélaginu og því ber að fagna. Að lokum er rétt að koma á framfæri þökkum til starfsmenna og stjórnenda innan sveitarfélagsins fyrir þeirra hluti í þeim árangri sem náðst hefur í rekstri sveitarfélagsins. Takk. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson, og orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Gjörðu svo vel eftir. Forseti, sveitarstjóri og aðrir áheyrendur. Ég leggja fram eftirfarandi bókun. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórn Borgarbyggðar lýsa yfir ánægju með rekstrarniðurstöðu Borgarbyggðar fyrir árið 2024. Niðurstaðan sýnir sterkan rekstur og góða fjárhagsstöðu sem tryggir sveitarfélaginu burði til að bæta sína innviði, halda uppi góðri þjónustu við íbúa sveitarfélagsins og möguleika að lækka álögur á íbúa án þess að það hefði veruleg áhrif á rekstur sveitarfélagsins. Takk. Takk fyrir það, Ragnhildur Eva Jónsdóttir, og orðið er ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Og það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þá liggur fram sú tillaga að vísa ársreikningi Borgarbyggðar 2024 til seinni umræðu í sveitarstjórn og ég býð þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Og ég vil bara nota tækifæri að þakka aftur fulltrúum KPMG fyrir greinagóða yfirferð og gott samstarf. Þá erum við komin að þriðja dagskrárliði hér í dag sem ber heiti viðhöggju fjárhagsáætlun 2025 með málsnúmer 2502-016 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 703 og þar segir í bókun byggðarráð samþykki framlagðan viðhöggju fjárhagsáætlun 2025. Í honum felst hækkun á hreinum rekstrarkostnaði upp á samtals 106,6 milljónir króna vegna og þar vega þyngst hrein kostnaðaráhrif af nýjum kjarasamningi við Kennarasamband Íslands. Samþykkt er hækkun á framkvæmda og fjárfestingaáætlun að fjárhæð 21,2 milljónir króna vegna búnaðarkaupa í grunnskólanum í Borgarnesi að fjárhæð 16,2 milljónir króna og Haukagilsgirðingar að fjárhæð 5 milljónir króna. Þetta var samþykkt samhljóða og vísað til fullnaðra afgreiðslu í sveitarstjórn og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið.
og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir viðauka 1 við fjárhagsáætlun 2025. Í honum felst hækkun á hreinum rekstrarkostnaði upp á samtals 106,3 milljónir króna. Þar vega þyngst hrein kostnaðaráhrif af nýjum kjarasamningi við Kennarasamband Íslands. Samþykkt hækkun á framkvæmda- og fjárfestingaráætlun að fjárhæð 21,2 milljónir króna vegna búnaðarkaupa í grunnskólanum í Borgarnesi að fjárhæð 16,2 milljónir króna og Haukagilsgirðingar að fjárhæð 5 milljónir króna. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á dagskrárlið númer 4 sem ber heitið Lántaka hjá Lánasjóði sveitarfélaga 2025 með málsnúmeru 2503-350 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs frá fundi númer 703. Þar segir í bókun framlagt en umsóknin er nú til umfjöllunar hjá Lánasjóði sveitarfélaga en í umsókninni felst að lántaka vegna seinni hluta framkvæmda við endurnýjun húsnæðis GBF á Kleppjárnsreykjum og bygginga fjölnota íþróttahús knatthús í Borgarnesi. Samtals er gert ráð fyrir að lántaka Borgarbyggðar hjá Lánasjóði sveitarfélaga verði 2 milljarðar króna á árinu 2025 og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Stefán Broddi Guðjónsson, sveitarstjóri, hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, Stefán. Já, forseti, takk fyrir. Ég vildi bara segja, við langaði að nefna að nú höfum við stjórnendur sveitarfélagsins, svo sem kannski frá miðju síðasta ári, átt samtöl og kannað jarðveginn með fjármögnun, bæði svona hjá bönkum, hjá Lánasjóði sveitarfélaga, kannað markaðsfjármögnun og það hefur bara verið afar ánægjulegt að kynna sveitarfélagið og fara yfir rekstur sveitarfélagsins með svona fjármálamarkaðnum, með fólki sem starfar á þeim markaði. Það er gaman að segja frá því sem við erum að gera, þeim árangri sem hér hefur náðst í fjármálum sveitarfélagsins á undanförnum árum og það var, því ég var nokkuð fljótt svara hjá Lánasjóðnum þegar við völdum þá leið til Lánasjóðsins lántöku þar og þannig að það má segja að sú fjármögnun eða sú fjárfesting sem fyrir dyrum er á þessu ári, við teljum hún sé tryggð með þessari fjármögnun en leið skiptir máli að við ráðumst ekki meiri lántökur en við þurfum og þess vegna er lagt upp með það að ráðist verði lántökur svona eftir því sem að framvinda verkefna kallar á. Takk fyrir. Takk fyrir þessar skýringar, Stefán Broddi. Gott að hafa auka upplýsingar með en orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 2 milljarðar króna á árinu 2025 vegna seinni hluta framkvæmda við endurnýjun húsnæðis GBF á Kleppjárnsreykjum og bygginga fjölnota íþróttahús í Borgarnesi. Þau fela í sér að vera verkefni sem hafa almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150 frá 2006. Sveitarstjórnin samþykkir að til tryggingar láninu höfuðstól uppgreiðslugjaldi auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í annarri málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011. Nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Jafnframt Stefáni Brodda Guðjónsssyni kennitala 230771 4649 sveitarstjóra Borgarbyggðar veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Borgarbyggðar að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun láns. Áformað er að lántakan fari fram í skrefum sem samræmast fjárþörf sveitarfélagsins og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 5. dagskrárlið hér í dag sem ber heitið Gjaldskrá 2025 með málsnúmeru 2412-008 og þar er framlögð til að uppfærður gjaldskrá fyrir félagsheimili í Borgarbyggð og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir uppfærða gjaldskrá félagsheimila í Borgarbyggð 2025 og felur sveitarstjóra að birta gjaldskrána. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða.
Þá erum við komin að 7. dagskrárlið sem ber heiti kosningar í ráð og nefndir 2022-2026 með málsnúmeru 220540 en þar er lagt til að Birgir Andersson verði aðalmaður í bygginganefnd íþróttamannvirkja og að Sigurður Guðmundsson verði varamaður hans. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir að Birgir Andersson verði skipaður aðalmaður og Sigurður Guðmundsson varamaður í bygginganefnd íþróttamannvirkja. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 7. dagskrárlið hér í dag sem ber heitil aðalskipulag endurskoðun vinnslutími með málsnúmeru 2301-075 og þar segir skipulags- og bygginganefnd leggur til við sveitarstjórn að tillögu að aðalskipulagi Borgarbyggðar 2025-2037 með þeim lagfæringum sem gerðar hafa verið í kjölfar kynningar verði vísað í auglýsingu í samræmi við 31. grein skipulagslaga að undangenginni athugun Skipulagsstofnunar samanber 3. málsgrein 30. greinar sömu laga. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það forseti, sveitarstjórn, aðrir áheyrendur. Mér langar bara að vekja athygli á þessum tímamótum. Nú er komið að því að við erum komið með fullbúna tillögu að nýju aðalskipulagi sveitarfélagsins. Þó svo að ég ætla ekki að draga fyrir það geti orðið breytingar eftir auglýsingu en nú er plaggið loksins farið að taka á sig svona nokkurn veginn þá mynd sem að mun verða á því og ég ætla bara að nota tækifærið og þakka bæði starfsmönnum skipulagssviðs og starfsmönnum Eflu sem hafa verið okkur ráðgjafar í gegnum þetta ferli síðastliðin 2,5 ár fyrir þeirra innlegg og vinnu og fleira var það ekki. Takk. Takk fyrir það, Davíð, og orðið er ennþá laust. Kristján, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarmenn og aðrir íbúar, ég ætla að taka undir orð Davíðs. Þetta er mikið fagnaðarefni að við séum komin núna með verkfæri næstu 12 ár í aðalskipulagi og ég ætla líka svona að þakka fyrir það að sveitarfélagið skildi gefa sér tíma til þess að hitta íbúa og ég held að það hafi verið mikilvægt og eins og ég segi, þetta er bara mikilvægt tímamót fyrir sveitarfélagið að vera að koma með þetta verkfæri núna í hendur og bara til hamingju með það. Takk fyrir það, Kristján Ágúst Magnússon, tökum undir þetta þú nefnir hér. En orðið er ennþá laust. Það er ekki fleiri sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn vísar tillögu að aðalskipulagi Borgarbyggðar 2025-2037. Vísar með þeir lagfæringu sem gerðar hafi verið í kjölfar kynningar til auglýsinga samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010 að undangenginni athugun Skipulagsstofnunar samanber 3. málsgrein 30. greinar sömu laga og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. 8. liður á dagskrá ber heiti snjómokstursreglur í dreifbýli með málsnúmeru 2412-077. Þar er liður frá umhverfis- og landbúnaðarnefnd en nefndin samþykkir fyrir sitt leyti nýjar snjómokstursreglur í dreifbýli og leggur til við sveitarstjórn að staðfesta þær. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir snjómokstursreglur í dreifbýli 2025 og felur sveitarstjóra að birta reglurnar og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 9. dagskrárlið sem ber heiti Brákarbraut 25, gamla sláturhúsið, áætlun niðurrif með málsnúmeru 2409-047 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs frá fundi nr. 703. Byggðarráð samþykkir að ganga að tilboði OK gámaþjónustu Sorpu EHF að öllum skilyrðum uppfylltum og vísa til staðfestingar í sveitarstjórn, samþykkt með 2 atkvæðum DS og GLE, 1 fulltrúi EJ sat hjá við afgreiðslu. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Ragnhildur Eva Jónsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, sveitarstjóri og aðrir áheyrendur. Ég vil bóka eftirfarandi undir þessum lið.
Það er skilningur fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í byggðaráði að í framhaldi af fundi byggðaráðs þann 27. mars hafi átt að leita lögfræðiálits á næstu skrefum vegna útboðs niðurrifs í eyjunni og leggja fyrir næsta fund byggðaráðs þann 3. apríl. Þegar frestur framlagningu gagna fyrir þann fund rann út, kom í ljós að ekkert lögfræðiálit lá fyrir. Á byggðaráðsfundinum 3. apríl klukkan 11, eftir að fundur hafði staðið í rúmar 2 klukkustundir, barst síðan lögfræðiálit á stöðu málsins. Þar sem framkom að óskað hefði verið eftir því áliti seinnipartinn 2. apríl eða það bil 13 klukkustundum fyrir byggðaráðsfundin. Vert er að minna á það að gögn vegna funda skuli berast 48 klukkustundir fyrir fund. Þetta mál telst þess eðlis að kjörnir fulltrúar þurfa að fá tíma til að kynna sér málið og þau gögn sem eiga að fylgja málinu. Aðdragandi þessa máls og hvernig á því haldið er algjörlega óásættanlegt að mati fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þessi vinnubrögð af hálfu sveitarfélagsins eru óvönduð og ekki boðleg þeim fulltrúum sem síðan byggja ákvarðanir á fyrirliggjandi gögnum. Af þessum ástæðum situr fulltrúi Sjálfstæðisflokksins hjá undir þessum lið. Takk. Takk fyrir það, Ragnhildur Eva Jónsdóttir, og orðið er ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Stefán Broddi Guðjónsson, gjörðu svo vel. Forseti, takk fyrir fyrirspurnina. Ég held að í þessu máli að það sé, og ég tek undir að margt í þessu máli hefði mátt vinna betur bæði sjálfstæðu sveitarfélagsins einnig af hálfu þeims af ráðgjafa sveitarfélagsins. Og ég held samt að við séum með þá niðurstöðu sem ég held að sé skynsamlegust og rökréttust og feli sér minnstu lagalegu áhættu. Og ég er eiginlega alveg viss um að við myndum ekki komast að annarri niðurstöðu ef við höfum leitað til fleiri og fleiri lögfræðinga. Ég vil benda á það að það er lögmaður sem starfar hjá sveitarfélaginu sem er reyndur að gefa álit á ýmsum málefnum og álit þess lögmanns hafa reynst sveitarfélaginu vel hingað til og sá lögmaður tók saman álit á þessu máli. Jafnframt var þá, en með stuttum fyrirvara, rétt tekum til það, var þá leitað viðbótar álit hjá öðru lögmanni sem komst reyndar að nákvæmlega sömu niðurstöðu og lögmaður sveitarfélagsins. Þannig að en tek undir, það hefði mátt vinna betur og hugsanlega hefði mátt að fjárfesta í enn öðru lögfræðiáliti utanaðkomandi en þannig að það er móttekið. En ég er eiginlega alveg sannfærður það að niðurstaðan hefði ekki orðið önnur og ég er alveg sannfærður það að þetta sé svo niðurstaða sem er rökréttust og skynsamlegust fyrir sveitarfélag og felur í sér minnsta áhættu á þeirri stundu sem þarna var komið. Þannig að takk fyrir, en ég vildi að þetta kemur fram til útskýringar. Takk fyrir það, Stefán Broddi. Orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Ragnhildur Eva Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Sveitarstjórnarfulltrúar, sveitarstjóri og aðrir áheyrendur. Ég dreg ekki í efa fagmennsku þess lögfræðings sem starfar hér innanhúss. En hún var ekki búin að gera álit eða allavega rataði það ekki til þeirra sem sátu byggðarráðsfund né heldur þá sem eru aðalmenn í okkar flokki fyrir okkar umboð. Þannig að ég vil bara halda því til haga að það lá ekkert álit lögfræðings fyrir þennan fund. Hvorki starfandi innanhúss eða utanhúss. Takk. Takk fyrir það, Ragnhildur Eva Jónsdóttir. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Já, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég tek það bara undir það með því, Ragnhildur, að við hefðum mátt gera betur hvað þetta varðar og við reyndum þó að gera eins gott úr þessu við gátum og reyndum að bregðast við eins fljótt og við gátum. En ég gerir mig fulla grein fyrir því að við hefðum mátt gera betur og gögn hefðum mátt berast fyrr. En ég tek undir orð sveitarstjóra að ég er sannfærður það að við hefðum ekki komast að annarri niðurstöðu. En við tökum þetta algjörlega til okkar varðandi gögnin. Takk. Takk fyrir það. Það er kannski ágætt að taka það líka fram að beiðni þetta lögfræðiálit degi fyrir byggðarráðsfundinu var náttúrulega ákveðið að gera í samráði við fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í byggðarráði. En orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Ragnhildur Eva Jónsdóttir, gjörðu svo vel.
Sveitarstjórnarfulltrúar, sveitarstjóri og aðrir áheyrendur. Ég veit að þessi beiðni var unnin í samstarfi við fulltrúa Sjálfstæðisflokksins en það var hans skilningur að það hefði átt að fara í þetta strax eftir byggðarráðsfund 27. mars en ekki deginum áður. Takk. Takk fyrir það, Ragnhildur Eva. Orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið og það eru ekki fleiri sem kveða sig hljóðs að þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir að gengið verið að tilboði OK gámaþjónustu Sorphurð ehf. Niðurrif á Brákabraut 25 gamla sláturhúsinu að öllum skilyrðum uppfylltum og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 10. dagskrárlið í dag sem að ber heitið Snjómokstur í dreifbýli útboð 2025. Og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 703. Fundarhlé? Já, fyrirgefðu. Já. Ég ætlaði ekki að samþykkja síðan. Nei, ég var ekki að hugsa. Bara sorry. Já, við þurfum kannski ekki að taka fundarhlé. Forseti skal bara að beiðni Ragnhildar Evu Jónsdóttur aftur bera upp til atkvæðagreiðslu í dagskrárlið nr. 9, Brákabraut 25 gamla sláturhúsi áætlun niðurrif, málsnúmer 2409-047, þar sem liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir að gengið verið að tilboði OK gámaþjónustu Sorphurð ehf. Niðurrif á Brákabraut 25 gamla sláturhúsinu að öllum skilyrðum uppfylltum og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það eru 7 sem samþykkja, einhver sem kunna vera á móti og það eru 2 sem sitja hjá. Þá erum við komin að 10. dagskrárlið sem ber heitið Snjómokstur í dreifbýli með útboð 2025 með málsnúmeru 2401-233 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs frá fundi nr. 703. Byggðarráð samþykkir framlögð útboðsgögn og vísa til sveitarstjórnar. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sig hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlögð útboðsgögn vegna snjómoksturs í dreifbýli og felur sveitarstjóra að vinna málið áfram og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 11 sem ber heitið Endurbætur á miðálmu grunnskólans í Borgarnesi með málsnúmeru 2310-255 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 703. Það segir í bókun byggðarráð staðfestir riftun á samningi við Land og Verk ehf. Með kennitölu 510914-0230 og framkvæmdir við endurbætur á húsnæði grunnskólans í Borgarnesi. Verkinu hefur miðað hægt og er langt á eftir áætlun. Stefnt er að því að vinna hefjist á ný sem fyrst og mun vonandi ljúka í sumar. Grunnskólinn í Borgarnesi er stærsti vinnustaður sveitarfélagsins en 340 börn er við nám við skólann og starfsfólk ríflega 70 talsins. Þau eru beðin velvirðingar á þeim töfum sem hafa orðið og hafa leið þakkað fyrir skilningin og þakkir fyrir skilningin og æðruleysið. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Eðvar Ólafur Traustason, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta sveitarstjórn, aðrir áhorfendur. Ég langaði bara að koma inn upp og taka undir þessa bókun og það er sérstaklega það sem kemur þarna í niðurlaginu á henni, þar sem að ég verð að segja að starfsfólk og stjórnendur skólans hafa sýnt einstakan skilning og þolinmæði í þessum aðstæðum. Og ég ætla rétt að vona að okkur beri gæfa til þess að klára þetta verk sem allra fyrst vegna þess að það er gríðarlega mikilvægt að svo verði. Takk fyrir það, Eðvar Ólafur Traustason tekur undir það og ég átti nú reyndar leið grunnskólann í morgun og sá að það voru fullt á höndum á lofti þar iðnaðarmönnum sem hafa gott að sjá. En forseti er ennþá með orðið laust undir þessum dagskrárlið. Það er enginn sem... Jú, fyrirgeðu. Ég er ekki með réttu gleraugun. Stefán Broddi Guðjónsson, gjörðu svo vel. Forseti, takk fyrir. Það er tek undir og við æðruleysið og þakkir fyrir æðruleysið og skilningin
og þetta eru þetta erfiðar aðstæður sem að við höfum sett hérna börn í grunnskólanum í Borgarnesi og starfsfólk í og þetta hefur tekið allt og langan tíma en mér langar að nefna að þetta er óvenjulegt að gripið sé til svona aðgerða eins og við erum að gera hér. Ég held að í þessu tilviki þegar við sáum að verkið var á leið í óhefni, því miður verk sem við hefðum viljað vinna hraðar og hefði unnist fyrr og hraðar. En þegar við sáum að verk er að komast í óhefni, þá tel ég að við höfum bara stigið bara býsna fast niður og verið bara nokkuð afdráttarlaus og leita allra þeirra leiða og til þess að gæta okkar hagsmuna, gæta hagsmuna sveitarfélagsins, starfsfólks og barna og líka bara allra aðra sem koma að þessu verki. Og það er auðvitað erfitt líka þegar svo sem að verið í þessu ferli að undirbyggja það að þurfi að koma að riftun, að þá er auðvitað erfitt að vera að upplýsa leið hvert hugur sveitarfélagsins stefnir eða hvert við teljum að geti stefnt. Þannig að við kannski gátum ekki verið eins upplýsandi gagnvart nemendum og aðstæðendum þeirra og starfsfólki en ég held að líka skipti máli fyrir sveitarfélagið. Það eru mikla framkvæmdir í gangi á vegum sveitarfélagsins, það eru framkvæmdir framundan að við auðvitað verðum dálítið að vera dálítið afdráttarlaus og gæta okkar hagsmuna og ég vona það að við svona í þessu máli að þetta séu svona ákveðin, ég vil ekki endilega orðið skilaboð en þetta skiptir máli að við stöndum með okkur sjálfum. Og líka það komið fram að ég tel að þessi aðgerð sé til þess fallin að í raun og veru frekar að koma betur út fjárhagslega fyrir okkur. Allavega hún mun ekki leiða til fjárhagslegs tjóns, allavega það er þá mjög lítið ef að því, ef út í það fyrir. Vildi bara þetta kemur fram. Takk. Takk fyrir það Stefán Broddi og orðið er ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Ragnhildur Eva Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Sveitarstjórn, sveitarstjóri og aðrir áheyrendur. Ég vil byrja því að taka undir orð Eðvarðs Ólafs Traustasonar, sveitarstjórnarfulltrúa og leggja fram eftirfarandi bókun. Þó fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafi hér fyrr á fundi hrósað fyrir vel rekið sveitarfélag síðasta árið, þá er þess virði að staldra við og athuga hvort ekki sé hægt að gera betur. Þetta verkefni er annað verkefni á stuttum tíma sem ekki gengur eftir. Hvort sem ræðir fjárhagslegar áætlanir, tímalegar áætlanir eða verktakaval. Því er nauðsynlegt að velta fyrir sér hvers vegna reynir sveitarfélögum svona gríðarlega erfitt að ná þeim markmiðum sem sett eru og fara eftir þeim áætlunum sem samþykktar eru. Í desember á síðasta ári lýsti minnihlutinn áhyggjum yfir því að meirihlutinn og kerfið réði ekki við stjórnum framkvæmdaverkefna og kostnaðar þeirra. Þar var að ræða mikið áhyggjuefni þar sem fjárfestingar áform meirihlutans eru gríðarleg og mörg verkefni voru opin á þessum tíma. Framkvæmdir sveitarfélagsins fara alla jafna langt fram á kostnaði, það ílengist í þann tímaramma sem samið hefur verið eða áreiðanleika könnunarverktökum hefur ekki farið fram sem skyldi. Þetta er mjög miður og vil ég brýna mitt samstarfsfólk, meirihlutann, í að leggja á sig enn frekari vinnu til að hafa aga og eftirlit á framkvæmdir sveitarfélagsins okkur öllum til hagsbóta. Takk fyrir það, Ragnhildur Eva Jónsdóttir. Orðið er laust. Davíð Sigurðsson, við biðjum orðið. Já, forseti, sveitarstjórn, aðrir áheyrendur. Ég þakka brýninguna, en eins og ágætur fulltrúi veit þá er ekki alltaf hægt að sjá allt fyrir og þar með talið eins og þú vísar hér sérstaklega til með val á verktökum og annað okkur eru bara nokkuð þröngar skorður settar hvað það varðar. Og það var gerð alveg ítarleg greining í upphafi af aðilum hæfi verktaka og þess háttar þannig að við höfðum engar ástæður til að ætla annað en að hlutirnir ætti að geta gengið upp og það er ekki alltaf hægt að sjá allt fyrir því miður. Takk. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson og orðið er ennþá laust. Dagskrárliður númer 11. Og það hefur enginn beðið orðið. Það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir riftun á samningi við Land og Verk EHF kennitala 510914 0230 framkvæmdir við endurbætur á húsnæði grunnskólans í Borgarnesi. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki.
og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 12. dagskrárlið sem ber heitið uppbygging í Borgarbyggð, kynningar og markaðsmál með málsnúmeri 2501/129 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 703. Byggðarráð samþykki framlagt samkomulag við Onna EHF og vísa til fullnaðarafgreiðslu í sveitarstjórn. Þetta var samþykkt samhljóða og forseti gefur orðið laust um þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfesti framlagt samkomulag við Onna EHF dagsett 13.3.2025 enda rúmast kostnaður innan fjárheimildar ársins og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 13. dagskrárlið hér í dag sem ber heitið Sparkvöllur á Hvanneyri, ástand og erindum endurbætum með málsnúmeri 24.10.004 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs frá fundi nr. 702 en þar var farið yfir ástand Sparkvallar á Hvanneyri og til fundarins komu Sonja Lind Eyglóardóttir starfandi íþrótta- og tómstundafulltrúi og Kristinn Óskar Sigmundsson, nýr forstöðumaður íþróttamannvirkja. Byggðarráð tekur undir með íbúum á Hvanneyri að tímabært er að endurnýja gervigrasvöllinn á Hvanneyri. Hann er mikið notaður í frístundum, íþróttastarfi, leik barna í tengslum við skólastarf. Kynnt var ítarleg kostnaðaráætlun og lögð fram tillaga fyrirkomulagi endurbóta. Ljóst er að völlurinn stendur undir skemmdum ef ekki verður brugðist við. Sveitarstjóra falið að láta ráðast í endurnýjun vallarins á þeim grundvelli enda rúmast hún innan fjárheimilda og þetta var samþykkt samhljóða og það er kannski bara ágætt að það komið fram að ég held að þetta nýja gervigras sé bara nú þegar komið á og væntanlega einhver sem þarna er að sparka bolta á því þannig að sú framkvæmd það er bara gengið vel fyrir sig en forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun, ekki seinna vænna. Sveitarstjórn staðfestir að ráðist verði í endurnýjun á Sparkvellinum á Hvanneyri á yfirstandandi ári enda rúmast framkvæmdin innan fjárheimilda ársins og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Frábær tímasetninga svona með að voru í lofti að koma þessum velli í gang. Þá erum við komin að 14. dagskrárlið sem ber heitið uppbygging íþróttamannvirkja í Borgarbyggð með málsnúmeri 2503/305 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 702 og þar segir búið er að taka fyrstu skóflustungu á nýju fjölnota íþróttahúsi í Borgarnesi og framkvæmdir að hefjast. Verkefni byggingarnefndar íþróttamannvirkja halda þó áfram og framundan er undirbúningar að stækkun íþróttamiðstöðvarinnar í Borgarnesi. Byggðarráð fagnar því að framkvæmdir eru nú hafnar við fjölnota íþróttahús í Borgarnesi og áætlað er að byggingu hússins verði lokið haustið 2026. Þó svo framkvæmdir séu hafnar við fjölnota húsi þá er verkefnum byggingarnefndarinnar íþróttamannvirkja ekki lokið. Áætlað er að hefja næsta áfanga uppbyggingar íþróttamannvirkja en í honum felst stækkun á íþróttamiðstöðinni í Borgarnesi með nýjum íþróttasal. Byggðarráð felur byggingarnefnd íþróttamannvirkja að hefja undirbúning og hönnun og skipulag á nýjum íþróttasal sem tengdur verður íþróttamiðstöðin og þetta var samþykkt samhljóða. Forseti gefur orðið laust um þennan dagskrárlið. Eðvar Ólafur Traustason, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn, aðrir áhorfendur. Ég kem hérna upp sem formaður byggingarnefndar og langaði upplýsingar aðeins bara gang þessara verka. Ég ætla að nota tækifærið og þakka Sigurði Guðmundssyni fyrir hans þátttöku í þessari nefnd en eins og var hérna í liði nr. 6 áðan þá víkur hann núna fyrir Birgi Andresinni og ég ætla að óska honum eða bjóða hann velkomin í nefndina. Það hefur gengið bara vel að koma framkvæmdum á knattspyrnuhúsinu eða fjölnotahúsinu af stað. Það er núna í sjó einhvers staðar á milli Danmerkur og Íslands þessar súlur og sá hamar sem verður notaður til að reka niður undirstöðunar. Áætlum að sú framkvæmd geti hafist núna fyrir mánaðamót, apríl-maí og það var gaman að vera viðstaddur þessa skóflustungu á fjölnotahúsinu. Ég hugsa að það verið sett Íslandsmet í Holufjölda við þá framkvæmd sem er bara eitthvað sem við höfum að vera stolt af. Það var gaman að sjá ungviðin þarna taka þátt í þessari athöfn. Varðandi ekki síður spennandi verkefni sem er stækkun á íþróttahúsinu í Borgarnesi þá hefur verið haldið nú þegar einn fundur og fyrir liggur að fara í vettvangskönnun núna væntanlega í fyrstu viku eftir páska og ég bara verð að segja að það er mikill hugur í fólki að koma þessu í hönnun og koma þessu verki áfram.
Það sem er gott við þetta að í tímalínunni fyrir þessa framkvæmd stór hluti af skipulagstímanum fer í deiliskipulagsvinnu. Auðvitað er hægt að vinna eitthvað meðfram þeirri vinnu en við erum náttúrulega búin að klára það deiliskipulag sem nær þá yfir báðar þessar framkvæmdir, þetta fjölnota íþróttahús og stækkun íþróttahúsins. Þannig að það eru bara spennandi tíma framundan og mér líst mjög vel á þær hugmyndir sem nú þegar hafa komið fram þessa stækkun og hlakka til þeirra vinnu sem framundan er. Takk fyrir. Takk fyrir það, Eðvarð Ólafur Traustason. Orðið er laust dagskrárlið 14. Kristján Ágúst Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir íbúar Borgarbyggðar. Ég tek undir meðveri. Þetta er mikið fagnaðarefni að nú sé loksins farið á stað með það á að fara á stað með hönnun stækkun íþróttahúsi. Við erum búin að bíða óralengi og ég held að sé loksins pólitíkin sammála um það hvert ætlum. Og það er ánægjuefni og þetta er bara mikil áskorun og þetta er spennandi og bara, sem ég segi, ég held að bíða allir rosalega spenntir og það, ég ætla að taka líka undir, það var virkilega gaman að fara þarna á skóflustungur hann daginn eða stungurnar, það var þetta var eins og bara feitur ostur og þetta voru stórar hendur og ég laði nú til að setja bara verktakann í frí og láta bara krakkan með þetta í skóla, það tæki ekki nokkra stund. En bara, sem ég segi, áfram gakk og nú er bara að halda vel á spöðunum og gera vel. Takk. Takk fyrir það, Kristján. Já, ég veit að einhverju verktakar sem ætluðu að nýta grasið þarna í torf, þeir horfðu áhyggjufullir á þessa duglegu verktaka þarna með skóflunar. En já, við getum verið sammála um þetta. En orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Það ekki fleiri sem kveða svo hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn felur byggingarnefnd íþróttamannvirkja að hefja undirbúning á hönnun og skipulag á nýjum íþróttasal sem tengdur verður íþróttamiðstöðinni í Borgarnesi og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 15. dagskrárlið sem ber heitið Framtíð Hamarsbæjarins með málsnúmer 24.11.241 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarlags Borgarbyggðar nr. 702. Í samræmi við afgreiðslu frá fundi byggðarlags Borgarbyggðar nr. 690 hefur átt sér stað samtal við Golfklúbb Borgarness um framtíð Hamarsbæjarins. Íbúðarhúsið að Hamri í eigu Borgarbyggðar en Golfklúbbur Borgarness er með húsið á leigu samkvæmt samningi frá árinu 2003. Sá samningur rennur út í árslok 2028. Lögð fram tillaga að sveitarstjóra verði farið að leita tilboða í húsið og samhliða gera samkomulag við Golfklúbbinn um uppgjör á leigusamningi klúbbsins. Byggðarráð felur sveitarstjóra að láta stofna sér lóð utan um Hamarsbæinn. Í framhaldinu verður unnið að samkomulagi við Golfklúbb Borgarness um uppgjör á samningi milli aðila. Sveitarstjóra falið að kynna drög að auglýsingum sölu hússins fyrir byggðarráð að því loknu. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið en vill jafnframt taka fram að allt þetta ferli hefur í miklu samráði við framkvæmdastjóra og stjórnendur golfklúbbsins. Það enginn sem kveður svo hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir að stofnuð verður sér lóð utan um Hamarsbæinn og húsið síðan selt. Samhliða verður unnið að uppgjöri á samningi við Golfklúbb Borgarness og sveitarstjóra falið að vinna málið áfram. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 16 sem ber heitið Hagsmunasamtök landeigenda vegna Holtavörðuheiðarlínu 1 með málsnúmeru 2504/026. En þar framlagt erindi stjórnar Hagsmunasamtök landeigenda vegna Holtavörðuheiðarlínu 1 til sveitarstjórnar Borgarbyggðar og það var ákveðið að leggja þetta fram hér á þessum fundi og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Ragnhildur Eva Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Sem þörf á við framkvæmd á borð við Holtavörðuheiðarlínu 1 með eftirfarandi hætti. Áform Landsnets línuleið Holtavörðuheiðarlínu byggir á að leggja við mikinn fjölda jarða í Borgarbyggð sem mun hafa áhrif á nýtingarmöguleika þeirra jarða sem línunni ætlað að liggja um. Á þeim fundum sem haldnir hafa verið af hálfu Landsnet og við lestur þeirra athugasemda sem hafa verið gerðar við matsáætlun Holtavörðuheiðarlínu hafa komið fram töluverður fjöldi athugasemda frá landeigendum. Þessar athugasemdir varpa ljósi á það miklu vinnu sem eftir hjá Landsneti við að ná meiri sátt og samningum línuleiðina við landeigendur áður en Landsnet getur lagt línuleið Holtavörðuheiðarlínu fyrir sveitarfélögin. Það ætti að vera mikilvægasta verkefni Landsnets í tengslum við framgang Holtavörðuheiðarlínu að klára samninga við landeigendur.
Framgangur verkefnisins byggir á þessari vinnu Landsnets. Takk. Takk fyrir það, Ragnhildur Eva Jónsdóttir, og orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs en forseti hefur þann skilning á að hér munum við leggja fram sameiginlega bókun Sveitarstjórn Borgarbyggðar undir þessum dagskrárlið sem er svo hljóðandi. Sveitarstjórn Borgarbyggðar stendur heilshugar með landeigendum eins og öðrum íbúum í sveitarfélaginu. Að sama skapi hefur sveitarstjórn fullan skilning á mikilvægi þess að styrkja flutningskerfi raforku í landinu. Þessi tvö sjónarmið geta auðveldlega farið saman. Framleiðsla og flutningur á raforku skapar mikil verðmæti fyrir íslenskt samfélag. Það er óviðunandi að sú verðmætasköpun sé á kostnað landeiganda á línuleið flutningsmannvirkja. Það er sanngirnismál að greitt sé eðlilegt verð fyrir það land sem tekið er undir slík mannvirki. Það verð hlýtur að taka mið af þeim skorðum sem línan setur á nýtingu landsins og þeim miklu verðmætum sem línunni er ætlað að skapa. Þegar línuleið Holtavörðuheiðarlínu 1 kemur til afgreiðslu á vettvangi á sveitarstjórnar verður eðlilega horft til þess hvort sanngirni hafi verið gætt í viðskiptum við landeigendur í sveitarfélaginu og þeir gangi sáttir frá borði. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa bókun með til þessum dagskrárlið að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 17. dagskrárlið hér í dag sem ber heiti Lagning jarðstrengja í Borgarbyggð 2025 með málsnúmer 2503/102 og það er afgreiðsla frá hendi biðrásnúmer 701. Byggðar að fagna mikilvægu og tímabæru átæki í að efla raforkuöryggi í sveitarfélaginu og þakkar gott samstarf við Rarik. Byggðar að heimila sveitarstjóra að undirrita framlaga samning Kárastaðaland og Kárastaðaland flugvöll en óskar eftir samtali við Rarik strengjaleið í Hamarslandi og í landi Enguna með samlegar áhrif í huga. Og þetta var samþykkt samhljóða og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóð, svo það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfesti framlagan samning við Rarik OHF vegna jarðstrengja vegna Hamars, landnúmer 13 5401, Kárastaðaland, landnúmer 2103 17, Enguna, landnúmer 207461 og Kárastaðalandsflugvöllur, landnúmer 192066 og felur sveitarstjóra að skrifa undir fyrir hönd sveitarfélagsins. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 18. dagskrárlið sem ber heiti Fundi byggðarráðs og sveitarstjórnar á vormánuðum 2025 með málsnúmeri 2503/230 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 702 og það er lögð fram tillaga fyrirkomulag á fundi byggðarráðs Borgarbyggðar í dymbilviku og í vormánuðum. Fimmtudagur er hefðbundin fundadagur byggðarráðs en nú á vormánuðum fellur fimmtudagur í nokkrum tilvikum á lögbundin frídag og byggðarráð samþykkir eftirfarandi frávik frá hefðbundnum fundadegi að fundir verði 16. apríl, 25. apríl, 30. apríl og 28. maí. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn staðfestir eftirfarandi fundi byggðarráðs Borgarbyggðar vormánuði 2025 að funda verði 16. apríl, 25. apríl, 30. apríl og 28. maí og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 19. dagskrárlið í dag sem ber heiti aðalfundur Lánasjóðs sveitarfélaga 2025 með málsnúmeri 2503/128 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 701. Þar segir framlagt og byggðarráð felur Liljubjörgu Ágústsdóttur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs að mæta á fundin fyrir hönd sveitarfélagsins og þetta var samþykkt samhljóða og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir umboð Liljubjargar Ágústsdóttur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs til að mæta á aðalfund Lánasjóðs sveitarfélaga 2025. Fundurinn fór fram 20. mars síðastliðinn. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er það annað aðalfundaboð hér í dagskrárlið nr. 20 og það er aðalfundur Reiðhjallarinnar Vindáss ehf. 2025 með málsnúmeri 2503/153 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 702 og það er framlagt og sveitarstjóra falið að mæta á fundin fyrir hönd sveitarfélagsins. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir umboð sveitarstjóra til að mæta á aðalfund Reiðhjallarinnar Vindáss árið 2025 fyrir hönd sveitarfélagsins. Fundurinn fór fram 1. apríl síðastliðinn og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og
og það er samþykkt samhljóða. 21. liður á dagskrá ber heitið endurnýjun á fulltrúum í fulltrúaráði Háskólans á Bifröst með málsnúmeri 2503/293 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 702. Byggðarráð tilnefnir Thelmu Dögg Harðardóttur í fulltrúaráð Háskólans á Bifröst í stað Helga Eileifs Þorvaldssonar en skipun hans rennur brátt út í samræmi við reglur. Byggðarráð staðfestir enn fremur að Guðveig Eyglóadóttir verði áfram varamóðir í fulltrúaráði skólans og þetta var samþykkt samhljóða og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir tilnefningu á Thelmu Dögg Harðardóttur í fulltrúaráð Háskólans á Bifröst í stað Helga Eileifs Þorvaldssonar. Guðveig Eyglóadóttir verður áfram varamaður í fulltrúaráði skólans og ég bið þá fulltrúa sem samþykja að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. 22. liður á dagskrá ber heitið aðalfundur Orkuveitu Reykjavíkur 2025 með málsnúmeri 2503/127 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 703. Framlagt og mætir sveitarstjóri til aðalfundarins fyrir hönd sveitarfélagsins. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Enginn sem kveður sér hljóðs. Þá er eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir umboð sveitarstjóra til að mæta á aðalfund Orkuveitu Reykjavíkur árið 2025 fyrir hönd Borgarbyggðar. Fundurinn fer fram 11. apríl 2025. Fundurinn fór fram 11. apríl 2000. Fer fram, hvaða dagur er þetta? fer fram á morgun, já. Ég bið þá fulltrúa sem samþykja að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. 23. dagskrárliður ber heitið aðalfundur Menntaskóla Borgarfjarðar 2025 með málsnúmeri 2503/178 og það er afgreiðsla frá sama fundi byggðarráðs nr. 702. Framlagt og sveitarstjóra farið að mæta á fundi fyrir hönd sveitarfélagsins. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir umboð sveitarstjóra til að mæta aðalfund Menntaskóla Borgarbyggðar fyrir hönd sveitarfélagsins og fundurinn fór fram 7. apríl síðastliðinn. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykja að gefa merki. Borgarfjarðar. Þá er það síðasta aðalfundarboðið, það er dagskrárlið 24, það er aðalfundur Gleipnis 2025 með málsnúmeri 2503/310 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 702. Framlagt og sveitarstjóra falið að mæta fundinn fyrir hönd sveitarfélagsins. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir umboð sveitarstjóra til að mæta á aðalfund Gleipnis fyrir hönd sveitarfélagsins. Fundurinn fór fram 31. mars fyrir geði síðastliðinn og ég bið þá fulltrúa sem samþykja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við búin með afgreiðsluliðina á þessum fundi og við förum í fundagerðir og fyrst er það fundagerð frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi nr. 701 og forseti gefur orðið laust þessa fundagerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. 26. liður er fundagerð frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 702. Forseti gefur orðið laust þessa fundagerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst svo fundagerð framlögð. Dagskrárliður nr. 27, það er fundagerð frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 703 og forseti gefur orðið laust þessa fundagerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá erum við komin að dagskrárliður nr. 28 sem er fundagerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nefndarinnar nr. 26 og ég ætla að biðja formann nefndarinnar Sigrúnu Ólafsdóttur að fara yfir fundagerðina. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Þá ætla ég hér að renna yfir fundagerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar nr. 76. Þar var fyrsta mál á dagskrá útboð á snjómokstri í dreifbýli sem við vorum að taka fyrir hérna áðan og er núna verið að hefjast handa við að vinna því. Númer 2 var það snjómokstursreglurnar í dreifbýli og þær voru einnig staðfestar hér áðan. Númer 3 var það liður refa- og minkaveiði og þar var lagt fram fyrirkomulag verklag og fjölda veiddra dýra og gjald til refa- og minkaveiðimanna í sveitarfélaginu. Þetta mál er ekki full unnið og höldum við bara áfram með það og verðum væntanlega tekið fyrir hérna á næsta fundi. Númer 4, það er liðurinn hreinsunar átök í þéttbýli
og þar var í raun og veru verið að fara svona í þetta árlega að skipuleggja hvenær gámarnir koma á hvert svæði fyrir sig og svo framvegis. Og við ætlum að reyna að vera einu sinni svolítið tímalega með að auglýsa það. Þannig að við tókum fyrir þessir hreinsunar átök og auglýsingar eiga að vera komnar út. Nú næsti liður, númer 5, var einmitt hreinsunar átök í dreifbýli. Þannig að það er sama sagan þar. Þar er verið að leggja upp með það að þetta sé komið allt saman í farveg og fólk viti vonandi tímalega af því. Já, því að þetta er ekkert langur tími sem að það hefur á meðan að gámarnir eru á svæðinu. Númer 6, kalt vatn, vatnsveita Varmalands. Að þar var til umfjöllunar það málefni og umhverfis- og landbúnaðarnefnd fól starfsmanni nefndarinnar að fullvinna gjaldskrá vegna vatnsveitu Varmalands og leggja fyrir næsta fund. Og það var síðasta málið á þessum fundi. Þannig að þetta er upptalið. Takk. Takk fyrir það, Sigrún Ólafsdóttir, og forseti gefur orðið laust fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nr. 76 og það enginn sem kveður sér hljós og þá við komin að síðasta dagskrárliði hér í dag sem fundargerð skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar frá fundi nr. 75 og ætla að biðja formann nefndarinnar að fara yfir fundargerðina. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég ætla að fara hér yfir fund skipulags- og byggingarnefndar sem var í 8 liðum og fyrsti liður á dagskrá var erindi frá hollvinasamtökunum hér í Borgarnesi klettaklifusvæði í Borgarnesi og þessu erindi hafi verið vísað til nefndarinnar úr byggðaráði. Skipulags- og byggingarnefnd tók jákvætt í þetta erindi og fól skipulagsfulltrúa að gefa leyfi fyrir klifurleiðum í klettunum. Nú næst var annað erindi frá samtökunum þar sem var óskað eftir stækkun á frisbígolfvelli í Borgarnesi og var óskað eftir að fjölga 4 brautir. Nú nefndin tók jákvætt í erindið og óskaði jafnframt eftir því að nánari útfærsla yrði unnin í samráði við skipulagsfulltrúa. Nú þriðji liður á dagskrá var umsókn deiliskipulag fyrir Baulu. Það er að segja það stendur til að setja stóra og mikla hraðhleðslustöðvar við Baulu og lögð fram beiðni ákveðið hafi verið af skipulagsfulltrúa að það þyrfti að vinna deiliskipulag og það var samþykkt að setja í lýsingu deiliskipulag fyrir þessa hraðhleðslustöð. Nú fjórði liður það var Tunggata 12 á Hvanneyri þar sem var umsókn byggingaráform eða stækkun á bílskúr og ekkert deiliskipulag var á svæðinu og skipulags- og byggingarnefnd lá aðeins yfir málinu og samþykkti svo að grenndarkynna byggingarleyfi fyrir hagsmunaaðilum. 5. liður það var fyrirspurn skipulagsmál sem hafði verið vísað frá byggðaráði en varðaði nýúthlutaða lóð þar sem jafnframt hafði með lóðaumsókn verið óskað eftir breytingum á lóðinni, fjölgun á raðhúsalóð úr 3 íbúðum í 4. Nú skipulags- og byggingarnefnd lagði til að gerð yrði breyting á deiliskipulagi Flatahverfis fyrir lóðirnar Hrafnaflöt 2, 4 og 6 og einnig yrðu skilmálar deiliskipulagsins uppfærðir í samræmi við þær ábendingar sem borist hafa en þær hafa verið nokkrar og var ákveðið að taka þær samhliða í þessari breytingu. Nú 7. liður það var Brúatorg 1, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. Þar var lögð fram umsókn heimild til að setja LED-ljósaskilti á eystri hluta norðaustur hluta byggingar N1 við Brúatorg. Skjárinn er sirka 3 metrar á hæð og 8 metrar á breidd eða 24 fermetrar. Skipulags- og byggingarnefnd hafnaði þessari uppsetningu á þessu auglýsingaskilti eða skjá þar sem hún telur að skiltið sé þannig úr garði gert og staðsett þannig við hættuleg gatnamót
að það fangi athygli ökumanna og ógni umferðaröryggi þeirra sem aka hringveginn, samanber 90. grein umferðarlaga nr. 77/2019. Og svo var 7. liðurinn sem var nú aðalmálið á fundinum og það var aðalskipulagið. Það er sem sagt sú tillaga sem við lögðum hér fyrir áðan til auglýsingar á nýju aðalskipulagi sveitarfélagsins. Fleira var ekki gert á þessu fundi. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð Davíð Sigurðsson og forseti gefur orðið laust fundargerð skipulags- og byggingarnefndar og það enginn sem kveður svo hljóðs og þá telst svo fundargerð framlögð og dagskrá hér þá tæmd í dag. Ég þakka sveitarstjórnarfulltrúum fyrir góðar og málefnalegar umræður og starfsfólki fyrir undirbúning og vinnu á fundinum. Það er gaman að segja frá því að þessi fundur hér í dag, þetta 50. streymisfundurinn okkar hjá sveitarfélaginu og tæknimaðurinn okkar Eiríkur hefur verið með okkur hérna síðan frá upphafi held ég og það er gaman að segja frá því að ég man þegar var að byrja að ræða það að fara að streyma fundunum og það voru svona blendnar tilfinningar hjá sveitarstjórnarfulltrúum að standa hér í streymi en mér sýnist nú bara öllum hafa farnast vel í því og þetta bara vanist vel og ég held að við munum örugglega ekki fara tilbaka. En ég þakka kærlega fyrir og segi þessum fund slitið.